Þá það 50 liður. Skýrsla bæjarstjóra, Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri, ber yfir helstu atriði. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fara örstutt í gegnum bara þessi helstu atriði sem ég hef verið að vinna síðasta hálfa mánuðinn. Fyrst var það nú samgönguþing sem var haldið hérna fyrir hálfa mánuði síðan, sem við sátum nú mörg okkar hér, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Þar var komið inn á almenningssamgöngur, skipaferðir og flug og nauðsynlegt fyrir okkur að halda svona þing nokkuð reglulega og fylgja í rauninni þeim ályktunum sem þar koma fram, eða ályktunum þeim umræðum sem þar koma fram eftir við stjórnvöld og þá við alla þessa þrjá þætti sem þar voru nefndir. Það voru skipakomur, hvort sem það þjónustu skemmtiferðaskip, almenningssamgöngur, hvort sem það innanbæjar eða milli landshluta og svo sjálfsögðu flugi, hvort sem það innanlandsflug eða millilandaflug. Síðan höfum við verið að vinna í aðgerðaráætlun bæjarráðs og það þekkja nú bæjarfulltrúar mjög vel þá vinnu og svo vinna gengur bara mjög vel. Það hefur verið síðustu og þar síðustu viku þá vorum við að fara, ég og fulltrúi KPMG, eða starfsmaður KPMG sem er að vinna með okkur í verkefnum, Magnús Kristjánsson, inn í allar nefndir og ráð til þess að fara yfir svona verklagið, þannig að það fór heilmikill tími í það. Og hér var aðeins minnst á frumkvöðlasetur áðan í umræðum, en við erum búin að eiga fund, ég og atvinnufulltrúi með Nýsköpunarmiðstöð Íslands varðandi frumkvöðlasetur og vonandi getum við komið því á sem allra fyrst. Segja ykkur aðeins frá því að það var fundur haldinn í almannavarnanefnd. Fundir almannavarnanefndir eru haldin mun reglulega heldur en var hér áður og bara segja ykkur frá því að það er verið að breyta hans verklagi þar. Við erum komin með fulltrúa allra sveitarfélagana í Eyjafirði inn í nefndina. Það var þannig að voru fulltrúa stærri sveitarfélagana og svo voru fulltrúa þeirra minni var bara einn fulltrúi, en nú eru allir sveitarstjórarnir sem sita í almannavarnanefndinni bara að upplýsa ykkur það. Það var haldinn stór fundur hér á Hótel Kea svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs. Þangað fengum við ráðherra meðal annars í samtal við okkur. Við vorum þarna fulltrúar þessar 18 sveitarfélaga sem skrifuðu undir svæðisáætlunina og samtalið við ráðherra snerist nú meðal annars þessa svokölluðu brennsluofna sem eru búið að setja allavega upp í Skagafirði við kjötvinnsluna þar og við höfum svo sem fengið erindi líka hérna og fleiri sveitarfélög hafa verið að fá erindi varðandi þetta. Niðurstaða fundarins, ég get nú ekki farið í innihald fundarins í heild sinni, en niðurstaðan var svo að við yrðum áfram í samtali við ráðuneytið, þar að segja ég þá fulltrúi Eyjafjarðarsvæðisins, Kristján Þór sem er bæjarstjóri Norður-Þings yrði fulltrúi Vestursvæðisins og Magnús Jónsson, sveitarstjóri á Skagaströnd yrði fulltrúi fyrir Vestursvæði í viðræðum við ráðuneytið þessa eftirfylgni á svæðisáætluninni og ekki síst varðandi þannig einstaka þætti eins og þetta með brennsluofnana. En svo veit ég að það er verið að vinna að stóri ráðstefnu sem sem verður skipulögð fyrir alla sveitarstjórnarmenn og þá sem áhuga hafa varðandi þessi mál, því þetta eru svo sannarlega mál sem að brenna á okkur öllum. En þarna var verið að kafa svona í praktíska hluti sem snúa að samskiptum við ráðuneyti og stjórnvöld í málefnum úrgangsmála hér á svæðinu. Aðalfundur Ungmennafélags Akureyrar var haldinn í síðustu viku. Ástæðan fyrir ég nefni það hér sérstaklega er að það virðist vera komin hefð á það að bæjarstjóri sitji þar sem og stýri fundi og það er svo sem ágætismál en það er athyglisvert að þetta stýra aðalfundum allra íþróttafélagin í bænum eða allra félagsamtaka í bænum en ég hef gert þetta bara með glöðu geði að mæta á aðalfund Ungmennafélags Akureyrar og stýra þar fundi. Fundurinn fór mjög vel fram bara ef menn hafa áhuga að vita það. Síðan var það stjórnarfundur sambandsins var síðastliðinn föstudag og ég hef nú svo sem svarað fyrir fundagerð stjórnarsambandsins á bæjarráðsfundum þar sem hún er lögð fram sérstaklega, en bara vek athygli bara bæjarfulltrúa og íbúa á því að fundagerðina má finna á vef sambandsins og þær eru meðal annars undirgögn. Svo náttúrulega eitt af þessum skemmtilegu verkefnum, þó að hins séu vissulega öll skemmtilega þessi verkefni sem að tekur að sér, að þá var fyrsti Íslendingurinn sem var 100 ára á árinu var það hér á Akureyri síðastliðinn laugardag, Axel Jóhannesson, og það er hefð að bæjarstjóri mæti þar fyrir hönd sveitarfélagsins og
og við getum sagt að heiðri afmælisbarnið. Og síðan voru tvennir tónleikar sem hafa verið haldnir líka á tímabilinu. Það annars vegar 70 ára afmæli tónlistarskólans, mjög vel sóttir tónleikar sem voru haldnir í Hofi. Það voru nemendur tónlistarskólans og 200.000 naglbítar. Og síðan á sunnudaginn voru það tónleikar sem ég satt með finnskum þjóðlághópi og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Að lokum síðasta málið, bara upplýsingar til bæjarfulltrúa að jómfrúarferð fyrstu Q400 flugvélar Flugfélags Íslands verður hingað til Akureyrar á morgun. Hún mun lenda hér á Akureyrarflugvelli á morgun klukkan 1. Þannig ef þið hafið tíma og áhuga þá er velkomin að koma út á flugvöll og taka á móti þessari nýju vél. En ég hef óskað eftir því að ég allavega verði þarna út á velli en það er svo sem engin formleg dagskrá, bara vekja athygli á því að því við erum duglega að vekja athygli á þessum almenningssamgöngum sem við köllum það, hér á milli Akureyrar og Reykjavíkur sem flugið þá bara er ástæðan fyrir því ég að vekja sérstaka athygli á þessu máli. Það að koma nýr vagn í almenningssamgöngunar. Takk fyrir. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu. Þá í lokin vil ég vekja athygli á eftirtöldum fundargerðum. Afgreiðslufundur skipulagsstjóra 18. febrúar, atvinnumálanefnd 22. og 24. febrúar, bæjarráð 18. og 25. febrúar, framkvæmdaráð 19. febrúar, íþróttaráð 18. og 24. febrúar, samfélags- og mannréttindaráð 24. febrúar, skipulagsnefnd 24. febrúar, skólanefnd 15. febrúar, umhverfisnefnd 23. febrúar og velferðarráð 17. febrúar og hægt að nálgast fundargerð á heimasíðu bæjarins. Segjum fundi slitið klukkan 18:23.